Kæru kandidatar, starfsfólk, Háskólans á Akureyri, aðrir gestir, Skúli Bragi Geirdal heiti ég og ég ætla að leiða ykkur hér í dag í gegnum þessa athöfn. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið mér sem annað heimili og ég veit að það óttalega klisja að segja svoleiðis, en í mínu tilfelli það alveg dagsatt. Mamma var að vinna hérna við kennslu og hefur verið að vinna hér síðan ég man eftir mér, þannig að hinga mætti ég eftir æfingar, eftir að hafa verið í pössun einhvers staðar eða í tímum, mætti í tíma og horfði á nemendur í hjúkrunarfræði stinga hvort annað og ég hugsaði, vá, ég ætla ekki að vinna við kennslu svo mamma. Ég kallaði skólann alltaf fundinn, það var svona fyrir tíma snjallsíma og áður en að fundarstjórnun var fundin upp, eða alltaf þau voru ekki búin að átta sig á því að það væri til alls konar álitaefni ræddu og ég sagði, vá, lögfræði, þetta ekki fyrir mig heldur. En svo einhvern veginn leiðir lífið mann alltaf á réttan stað og starfsferillinn minn í dag hefur einhvern veginn einkennst af því að bæði vinna við kennslu og síðan með lögfræðileg álitaefni. Þannig að Háskólinn á Akureyri sannarlega veitti mér stað til að koma og mennta mig og taka þátt. Og hér hef ég eftir útskrift í fjölmiðlafræði unnið við stundakennslu, þannig að þetta heppnaðist nú allt á endanum hjá henni mömmu. Háskólinn á Akureyri, alveg sama hversu mikið maður hefur ferðast eftir nám, þá hefur maður alltaf getað komið hérna í heimahagana, í festu og opinn faðm og ég vona einmitt að Háskólinn á Akureyri verði líka sá staður fyrir ykkur eftir útskrift. Hér getum við komið aftur og hér getum við leitað í fjölskylduna sem Háskólinn á Akureyri er. En það er með sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin hér á brautskráningu kandidata kennaradeildar og lagadeildar 2026. Kæru kandidatar, ég man alveg líka vel eftir því að hafa verið í ykkar sporum. Stoltur af afrekinu en líka fullur tillökkunar að takast á einhverja blendar tilfinningar það að það komið af kaflaskilum. Það eitthvað nýtt og eitthvað annað að fara að taka við. En þá gott að muna að það og var og verður alltaf gott að vera háæðingur. Það mjög viðeigandi að athöfnin sé hér inn í sal HA. Hér eigum við öll einhverjar minningar. Einhverju fyrst kannski eins og þegar verið nýnemar bara í gær og ég veit við tengjum öll við nákvæmlega við þá tilfinningu á þessari stundu. Einhver hafa mætt hér og tekið ófá próf, önnur mætt á sprellmót, árshátíð. Sumir fluttu til Akureyrar, aðrir tóku samviskulega þátt í lotum og einhver kannski mættu bara fyrir félagslífið og það líka bara allt í lagi. En hver svo sem ykkar vegferð hefur verið að því að koma hingað á þennan stað í dag, þá megum við vera stolt af því. Þetta dagurinn ykkar í dag. En það loksins komið að því og ég ætla að biðja ykkur núna að slökkva á farsímunum og við gerum það líka í gær og það dó enginn úr leiðendum, þetta verður allt í lagi. Við erum með fagfólk hér til þess að taka ljósmyndir sem verða aðgengilegar á netinu og ykkur gjaldfrjálst, þannig að við erum með fagmenn hérna í öllum hornum, þannig að engar áhyggjur. Þetta líka miklu betri myndir en við erum að taka okkar síma. Það hérna myndabox frammi sem ég hvet ykkur til þess að nota á eftir og ykkur frjálst að nota þau eins og þið viljið. En dagskrá hátíðarinnar hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp, en fyrst munum ganga í salinn ásamt Tom Barry, forseta hug- og félagsvísindasviðs, Silvíu Brím Friðjónsdóttur, heiðursgesti háskólahátíðar, Guðmundi Ingibertsinni, deildarforseta kennaradeildar og Ingibjörgu Ingvadóttur, deildarforseta lagadeildar. Þannig að núna vil ég biðja ykkur að rísa úr sætum. Góðan daginn, þið megið setjast. Svo allt svo hátíðlegt að segjast fólki setjast. En verið velkomin. Kæru kandidatar,
aðstandendur, Silvía Brím Friðjónsdóttir sem heiðursgestur Háskólahátíðar 2026, kennarar, samstarfsfólk og góðvinir háskólans. Verið hjartanlega velkomin á Háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2026. Í dag gleðidagur, það ekki rétt? Jú, gott. Og við fögnum árangur ykkar sem hefur kostað mikla vinnu og þrautseigju, það ekki rétt líka? Jú, ok. Og nú hafið þið náð þeim áfanga að ljúka háskólanámi og skiptir það engu hvort að þið eru að útskrifa sérna í fyrsta skipti eða síðasta skipti. Svo getur alltaf verið að þið komið tilbaka. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri þá óska ég ykkur og aðstandendum ykkar innilega til hamingju með brautskráninguna. Við fögnum þessum áfanga á tímum sem einkennast af talsverðri óvissu og öryggi. Stríðsátek víða heim hafa áhrif langt út fyrir landamæri þeirra, ríkja sem hlut eiga, og hækkandi orkuverð, efnahagsleg óvissa og síbreytilegt alþjóðaumhverfi hafa áhrif einnig hér á litla Íslandi. Á sama tíma stendur íslenskt samfélag frammi fyrir stórum ákvörðunum og hvernig við viljum byggja upp landið okkar á komandi árum. Inn í þetta fléttast svo staðreynd að við búum á þessari litlu, fjarlægu og dreifbýlu eyju þar sem náttúran vinnir óneitanlega oft á mátt sinn, hvort sem að það eru eldsumbrot, jarðhræringar eða jafnvel aflabrestur. Það ekki að ástæðulausu að motto Íslendinga þetta reddast. Þó óvissan sé oft óþægileg, þá skulum við ekki gleyma því að aukin menntun eykur þekkingu og skilning á okkar á henni. Við skiljum einfaldlega betur flækjustig samfélagsins hér á Íslandi og víðar þegar við kunnum meira. Hlutverk háskóla ekki að útrýma óvissu, heldur að kenna fólki að takast á við hana. Með þekkingu, gagnrýninni hugsun og reynslu öðlumst við sjálfstraust til að taka upplýstar ákvarðanir, jafnvel þar sem enn ríkir óvissa. Þegar tekist á málefni dagsins auðvelt að hrífast með afdráttarlausum skoðunum og sterkri sannfæringu annarra. Í hita leiksins getur líka verið freistandi að draga skýrar línur á milli okkar og hinna. Mála andstæðinga í dekkri litum en þeir kannski eiga skilið. Og við gleymum þannig því sem sameinar okkur því að áður en við erum stúdentar, Íslendingar, kjósendur, sérfræðingar eða stjórnendur, þá erum við öll manneskjur. Og að vera manneskja felur í sér að takast á við óvissu, gera mistök, skipta skoðun og auðvitað vonandi að læra af reynslunni. Sem manneskjur þurfum við líka að temja okkur að sýna öðrum virðingu og mildi þegar við stöndum frammi fyrir að aðrir hafa klúðrað einhverju eða þegar okkur greinir á. Það því von mín að háskólanám ykkar hér hafi ekki aðeins aukið þekkingu, heldur líka dýpkað skilningin. Ég vona að þið kunnið að greina kjarnann frá hisminu og getið milli staðreyndir og fullyrðingar á upplýsandi hátt. Þessi kunnátta hjálpar að takast á við vafaatriði og óvissu af festu, yfirvegun og heilindum. Þekkingin mikilvæg, en hún ein og sér nægir oft ekki. Háskólanám snýst ekki einungis að læra námsefnið, heldur þau leið að tileinka einhverju aðferði þeirra námsleiða sem þið völduð. Þið hafið lært að greina gögn, meta heimildir, leysa verkefni, taka faglegar ákvarðanir og klára það sem þið byrjuðuð á. Þess vegna þið hér í dag. Þið hafið öðlast verkfæri til þess að skilja heiminn og getið nota þau til þess að hafa áhrif á hann, hvort sem að þið eru að útskrifast úr lögfræði eða kennslu. Stúdentar Háskólans á Akureyri hafa lært fjölbreyttar aðferðir. Sum ykkar hafa lært að hlúa sjúklingum, veita viðeigandi meðferð, önnur hafa lært að vera góð lögga og önnur hafa tileinkað sér nýjustu kennsluaðferðir. En öll hafið þið þó lært að stunda rannsóknir, skrifa akademiskara heldur en kannski vilduð, miðla kunnáttu ykkar til kennara og að læra að miðla upplýsingum. Nú þegar þið eru orðin brautskráðir HA-ingar mun atvinnulífið yfirleitt ekki hafa mikinn áhuga nákvæmlega á hvaða aðferðir þið notið. Það einfaldlega ætlast til þess að þið kunnið til verka. Að þið getið beitt þekkingu ykkar og skilað árangri og þar felst hinn raunverulega prófraun menntunar.
Það þó eitt sem ég vona að þið haldið fast í eftir brautskráninguna og það að vera að halda áfram að vera forvitin. Heimurinn breytist hratt og það sem hefur dugað hingað til mun ekki endilega nægja á morgun. Haldið áfram að lesa, tala við fólk, hlusta, læra, spyrja spurninga og leita nýrar þekkingar. Menntun lýkur nefnilega aldrei við brautskráningu, hún heldur áfram alla ævi. Til að ná árangri í lífinu þarf svo líka hæfni, vinnusemi og ákveðið úthald, en það skiptir líka stundum máli að vera á réttum stað á réttum tíma. Hitta fólk sem trúir á mann og fá tækifæri og nýta þau sér til framdráttar. Þegar þið horfið tilbaka þá hafið þið eflaust upplifað þetta áður og þetta á eftir að gerast vonandi fyrir ykkur sem flest aftur. Og þetta mun allt hjálpa ykkur að ná árangri á því sviði sem þið völduð ykkur. Það er svo undir ykkur komið hvernig þið bregðist við þeim tækifærum sem ykkur bjóðast. Metið tækifærin sem þið verða á vegi ykkar og hafið hugrekki til að grípa þau sem skipta máli. En það er líka stundum gott að muna að það er allt í lagi að segja nei. Ekki kannski alltaf, en allavega stundum. Og þegar vel gengur, munið að sýna auðmýkt og samkennd. Fólki í kringum ykkur er sjaldnast síður hæfileikaríkt en þið, en það hefur stundum ekki fengið tækifærin sem ykkur hafa boðist eða verið jafn heppin. Kæru gestir, í ár spannar háskólahátíðin 2 daga og erum við með 4 athafnir. Þetta er athöfn númer 3. Lengst af hefur verið svo hefð við líði að bjóða einum heiðursgesti til hátíðarinnar. Eftir að heiðursgestur síðasta árs, Bogi Ágústsson, flutti sömu ræðuna 3 fannst okkur tæpilega sanngjarnt að biðja einn einstakling að eyða með okkur 2 dögum og flytja sömu ræðuna 4 sinnum. Því eru í ár 2 heiðursgestir. Í gær vorum við Baldvin Má Hermannsson, forstjóri Atlanta, og í dag verður með okkur Silvía Brím Friðjónsdóttir og fyrir hug- og félagsvísindasvið. En við létum ekki þarfið sitja í þessum breytingum. Brautskráðir stúdentar Háskólans á Akureyri hafa víða látið að sér kveða í samfélaginu. Okkur þótti því við hæfi að athuga hvort einhverju þeirra vildu eyða tíma með okkur hér í dag. Biðja þá að deila reynslu sinni og hvetja ykkur til dáða á þessum tímamótum. Ég er mjög þakklát Silvíu Brím og Baldvini að hafa tekið svona vel í að vera með okkur. Í dag brautskrást 639 kandidatar og er það met. Þessi tala er til dæmis 7,8% til að vera nákvæm, hærri en fyrir ári síðan. Einnig brautskráðum við 6 kandidata frá Háskólasetri Vestfjarða í athöfn sem haldin var á Hrafnseyri þann 17. júní. Í þessar athöfn núna brautskrást 167 úr kennaradeild og eru 96 ykkar að fá leyfisbréf til kennslu. Það munar ekki minna í íslenskt menntakerfi. Einnig erum við að brautskrá 38 úr lagadeild. Háskólinn á Akureyri stækkar með hverju árinu og fyrir það erum við þakklát. Þrátt fyrir þennan árangur sem háskólinn hefur náð undanfarin ár er gott að muna að íslenskum háskólum er almennt þröngar skorður settar fjárhagslega og þurfum við ofta að taka erfiðar ákvarðanir sem stundum hafa áhrif á námsúrval og þjónustu. Þrátt fyrir þetta er mikill metnaður, samhugur og áreiðni á meðal starfsfólks og kennara skólans og fyrir það er ég ævinlega þakklát. Kæru kandidatar, þið eru nú í þeim hópi sem ber nafn Háskólans á Akureyri út í samfélagið. Verið stolt af því og ég er sannfærð að þið muni gera það vel. Fyrir hönd kennara og starfsfólks háskólans óska ykkur innilega til hamingju með áfangan, megi þið nýta þekkingu ykkar af ábyrgð, halda áfram að læra, sýna öðrum samkennd og hafa hugrekki til að grípa þau tækifæri sem framtíðin færir ykkur. Hjartanlega til hamingju og gangi ykkur vel. Jæja, þá er komið að brautskráningu kandidata, stundinni sem við erum öll að biðja eftir og ég veit að þið eigið öll skilið mjög stórt og mikið klapp en ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar hvorrar deildar. Hitt verður mjög þreytandi. En það er samt sjálfsagt að klappa sérstaklega fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Tom Barry, forseti hug- og félagsvísindasviðs, hann brautskráir kandidata og honum til aðstoðar eru deildarforsetar.
Góðan daginn. Þetta alltaf jafn gaman að reyna að lesa upp íslenska lördagsmorgun. Svo, kæri kandidatur, af verkefnum mínum í starfi á síðustu liðnum árum hafa þátttaka í þessum merkistögum verið hvað mest gefandi og ánægjulegustu hluti starfsins. En í dag brautskráum við 353 kandidatar af Hugo Felixsviði með 359 prófskírteini. Í svipbrigðum kandidata má sjá mikla spenna og stolt yfir því afreki að komast yfir markið. Jafnframt má sjá von framtíðina og þá möguleika sem ný menntun býður upp á. Og þarna liggur gildi háskólanáms möguleiki til breytinga. Menntun eins konar verkfæri til að halda áfram í lífinu, finnur sér starfsframa og starf sem byggt á styrkleikum og ástríði hvers og eins á því sviði sem viðkomandi vil blómstra í. Þetta það sem gerir ykkur kæru kandidatar verðmætt fyrir samfélagið, framtíðar vinnuveitendur og ekki síst ykkur sjálf. Ég fæddur og uppalinn á Írlandi, although ég vaknaði daginn og tók ákvörðun að núna búin að vera lengi á Íslandi en í Írlandi, það svolítið skrítið hugsun. En á þeim 25 árum sem líðin frá því að ég flutti hingað, hef ég orðið var við ýmsar breytingar, bæði á samfélaginu og umhverfinu, til að mynda loftslagsbreytingar og áskoranir sem þeim fylgja. Eitt getum við verið viss í lífinu að það breytingar munu verða. Og til þess að mæta þeim, hvort sem á einstaklings- eða samfélagsvísu, verðum við að vera opin og móttækilegt fyrir nýjum hugmyndum og sjónarmiðum. Í þessi samhengi vil ég vitna í orð samlanda míns, írska Nobelskáldsins George Bernard Shaw, en hann sagði: framfarir ógerlegar án breytinga og þær sem ekki geta skipta skoðun geta ekki breytt neinu. En ég held þetta mjög sterk orð til að hugsa hvernig fólk fara út í lífinu aftur að brautskrást. Í námi ykkar við því fengið grunn til að spyrja gagnrýn spurninga, velta fyrir ykkar af hverju hlutinir eins og þeir hvernig hægt að stuðla að breytingum og hvað kemur í veg fyrir breytingar. Háskólanám hefur því fært ykkur mikilvæga færni til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Ég hvet ykkur til að vera stolt yfir því sem þið hafa áorkað hér í dag og þessi síðasta ár við HA. Jafnframt ég þess fullviss að sú þekking og færni sem þið hafa öðlast hér við HA mun nýtast ykkur til góðs í lífi og starfi. Så ég óskar ykkur innilega til hamingju og velgjört. Så nú fer fram brautskráning frá kennaradeild, en mig langar að biðja Guðmundur Ingebertsson, deildarforseti kennaradeild, til að koma og hjálpa mér við sviðið. En í dag þá brautskráum við nú í annað skipti kandidata úr fagháskólanámi, leikskólafræði sem sameiginlegt nám Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands, og kandidatar begge skóla við staðar og vildi líka bjóða Unna Greta Guðmundsdóttir, verkefnastjóri fagskólanáms í leikskólafræði á landvísu við menntasviðið Háskóla Íslands, að koma og hjálpa okkur á sviðið. So, Anita Sonja Maríadóttir, sem ekki hér, Ásbjörg Jóhanna Skorastein, Auður Ýr Gísladóttir, Birna Ágústa Ólafsdóttir, Bryndís Greta Björgvinsdóttir, Dís Bjarni Kristinsdóttir og Erla Jóna Gísladóttir sem ekki við okkur, Fanndís Eva Kristinsson, Fanny Sigmarsdóttir,
Greta Jóna Vignesdóttir og Guðbjörg Gísladóttir. Halldóra Rán Hafliðadóttir, Hanna Rósa Sæmundsdóttir og Helga Lindbjörg Jónsdóttir. Jófríður Magnúsdóttir, Jóhanna Ósk Guðmundsdóttir, Jóhanna Sigríður Jónsdóttir, Jóna Eydís Jónsdóttir, Katrín Ósk Þorsteinsdóttir, Kristín Andersen Karlsson, Lilja Dís Sigurgeirsdóttir, Linda Dögg Agnarsdóttir og Matthildur Sofía Jónsdóttir sem ekki hjá okkur í dag. Og þá kemur Ragnar Björg Guðmundsdóttir. En núna smá lista fólk sem ekki hér aftur. Robert Holm Gunnarsson, Siv Arnarsdóttir, Sigita Werner, Thelma Líf Gautadóttir og Tina Ruth Þrastardóttir. Unnur Ósk Ávaldsdóttir Króksnes. Una Dan Pálmadóttir. En Vigdís Bára Kjovits, sem ekki hér. Så nu verður brautskólakandidat með diplóma í leikskólakennarafræði. Þá vil ég segja takk. Þá hefur ekki tók að vera með okkur í dag, en það eru Björk Sigurþórsdóttir, Fanny Friðriksdóttir, Hólmfríður Vigdís Sævarsdóttir, Sandra Wagfjörð og Theodóra Kjartansdóttir. Já, við erum rosalega góður að framfæra íslenska nafn eftir allt þessi. Så nu verður brautskólakandidatur með B.Ed. í kennarafræði. En þá må við gera svo vel. Alda Laufey Haraldsdóttir, Ágústa Oddsdóttir, Einar Ómar Eyjólfsson, sem ekki hér, Elín Björk Sigurjónsdóttir, Elva Rún Erlingsdóttir, Elva Dögg Guðmundsdóttir, sem ekki hér, Eydís Einarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Gunndís Eva Einarsdóttir, Heiðrún Erla Hjartardóttir, sem ekki hér, Hörður Ingi Kristjánsson, Inga María Hægsdóttir, Ida Bjarnadóttir, Íris Katla Jónsdóttir, Jakobína Ísold Smáradóttir, Jóhanna Maj Júlíusdóttir Lundberg, Katla Björg Dagbjörnsdóttir, Kristbjörg Aðalsteinsdóttir, Kristín Hanna Ásbjörnsdóttir og Kristín Jóna Jónsdóttir, sem ekki hér, Krist Þóra Dan Gísladóttir, Marta Rún Þórðardóttir, Rudolf Helgi Kristinsson, sem ekki hér, Saba Mahmoud Mustafa,
Samuel Skjöldur Ingebjörgsson, Sigríður Birna Bjarnadóttir, Steinunn Bjarnadóttir, Svana Rún Ástmar Aðalbjörnsdóttir, Tanja Rut Jónsdóttir, Tinna Ósk Agnarsdóttir, Unnur Dögg Ormrósdóttir, sem ekki hér, Víður Steinar Tómasson, Þórunn Kolbrún Arnardóttir, Örvar Ágústsson. Nú verða brautskráðir kandidatar með diplóma í kennsluráðgjöf og starfsþróun. Það er Hrönn Guðfinnsdóttir, Linda Hrönn Helgadóttir og Svala Einarsdóttir sem ekki hér. Nú verða brautskráðir kandidatar með diplóma í menntavísindum. Gjörðu svo vel. Ég líða pínu eins og nýja kirkja, það er svo bara þókn og mjög alvarlegt svip af fólkið. Agnes Ásgeirsdóttir, Alexandra Rut Jónsdóttir, Andrea Dilja Ólafsdóttir, Auður Björk Þórðardóttir, Berglind Sjöfn Jónsdóttir, Björg Baldursdóttir sem ekki hér, Dagný Rósa Úlfarsdóttir, Elín Sif Skúladóttir, Flóki Arnarsson, Greta Guðleif Arngrímsdóttir, Guðný Stefania Stefansdóttir, Guðrún Ásta Þrástardóttir og Hildur Ýr Robertsdóttir sem ekki við okkur, Hulda Björg Jónasdóttir, Ingibjörg Lilja Kristjánsdóttir, Kolbrún Guðmundsdóttir, Kristín Lilja Sólvadóttir, Kristín Ólöf Þórarinsdóttir sem ekki við okkur, Laufey Broddadóttir, Linda Hrönn Helgadóttir, en Linda Hrönn brautskráðist einig með diplóma í kennsluráðgjöf og fær því afhent, ég að lesa allt út. María Jónsdóttir, Sandra Rut Skúladóttir, Sigríður Gunnarsdóttir sem ekki hjá okkur og Sóley Orradóttir, Svala Einarsdóttir, Þóri Garðarsdóttir og Þórhildur Guðmundsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með MT-próf í kennarafræði. Adam Eiður Ásgeirsson og Aðalheiður Sif Njálsdóttir sem ekki hér, Alda Ýr Guðmundsdóttir, Andrea Björk Elmarsdóttir, Andrea Sif Snæbjörnsdóttir, Andrea Víðarsdóttir, Anna Dóra Sigurðardóttir, Antónia Holludóttir, Arna Dögg Sturludóttir sem ekki hér, Arndís Ásgrímsdóttir, Ágústa Kristínsdóttir, Ásta Birna Björnsdóttir, Ásta Þórey Jónsdóttir,
Ásta Margrét Rögnvaldsdóttir, en Ásta Margrét hefur sýnt afburða árangur í námi með kennaradeild og með hæsta meðaleinkunn brautskráðakennara við deildina fyrir þessi glæsilegu frammistöðu lítum viðurkenning kennaradeildar. Til hamingju. Já. Well done. Ásta Erla Ósk Vignisdóttir, Berglind Karlsdóttir, Birgitta Fjóla Konradsdóttir, Birna Sigurðardóttir, Dilja Þara Pálsdóttir, Einar Kristinn Kárason, Elín Björg Ósk Halldórsdóttir Vesturlund, Elín Sif Skúladóttir, já, Elín er brautskráðs með 2 diplóma. Til hamingju. Örna Matthíasdóttir, Erna Rún Stefansdóttir, Eyrún Kristín Eyjólfsdóttir, Guðbjörg Matthíasdóttir og Guðni Ellen Sveinsdóttir sem er ekki við, Haldur Bjarnason, Harpa Mjöl Haraldsdóttir, Hildur Eva Guðmundsdóttir sem er ekki við, Hildur Lennartsdóttir, Hjördís Ósk Einarsdóttir, Hrefna Lára Sighvatsdóttir, Ingveldur Marian Hannesdóttir, Yngvi Rapp Óskarsson, Jakobína Sigurgeirsdóttir, Jóhanna Ösp Einarsdóttir og Jóna Dagmar Hólmfríðardóttir sem er ekki við, Júlía Káradóttir, Karen Ósk Sigurðardóttir, Katrín Hólm Arnardóttir. Ég held að það er bara konur sem koma á háskólann á Akureyri. Katrín Ósk Sigurgeirsdóttir sem er ekki við, Kolbrún Ósk Austmann, Kristín Ósk Karlsdóttir sem er ekki við, Kristín Anna Oddsdóttir, Kristjana Ósk Vegarsdóttir, Kristján Freyr Óðinsson sem er ekki við, Laufey Sveinsdóttir, Lena Hulda Nílsson, Lovisa Octavia Eyvindsdóttir, Margaret Friðriksdóttir, María Eva Eyjólfsdóttir, Matthías Hlífar Pálsson Mogensen og Nína Björk Haraldsdóttir sem er ekki við. Óla Medinska, Petra Kombova, Ragnheiður Jóna Levi Gretarsdóttir, Rannveig Dögg Haraldsdóttir, Saga Jónsdóttir, Sigríður Steinunn Einarsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir, Sigríður Hrund Pétursdóttir, Sigurbjörg Lúthersdóttir sem er ekki við, Sissa Efjör Jónsdóttir, Sonja Pétursdóttir,
Sóley Orradóttir bráðskæðist enig med diplom med mentevisning og fartøy af en 2 skiptene. Solrún Tina Grímsdóttir. Solveig Eva Petersdóttir. Sunna Ruth Guðnadóttir. Svala Pálmarsdóttir, sem ekki við. Thelma Björk Gunnarsdóttir. Tinna Snorradóttir. Thomas Mári Gudmundsson og Vítor Viera Thomas, sem ekki við. Þorbjörg Níelsdóttir. Þórdís Arnardóttir, sem ekki við. Þórunn Sif Ólafsdóttir. Þuríður Ósk Ingemarsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með M.Ed. próf í menntunarfræði. Alex Björn Búlu Stefansson. Ari Gudmundsson. Arnar Ír Arnarsdóttir, sem ekki við. Eirún Sævarsdóttir. Fríðgerður Ósk Jóhannsdóttir og Guðfinnur Þór Líusson, ekki við. Hafrún Tryggvadóttir. Harpa Helgadóttir. Heiðrún Villa Ingudóttir. Ingibjörg Ómarsdóttir, ekki við. Lilja Gunnlaugsdóttir. Lóa Rakel Elinardóttir, ekki við. María Lilja Fossdal. Og loka enskunafnið, þannig hann ekki við. Michael Robert Walker. Oliver Bergman, sem ekki við. Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Stefán Oddur Hrafnsson. Steinunn Björg Hlífarsdóttir, sem ekki við. Og Victoria Dís Viktorsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með MA.próf í menntavísindum. Auður Björk Þórðardóttir, en hún með diplómi í menntavísindum og brautskráðir með 2. Margrét Rún Karlsdóttir. Kristín Skribelli. Þá brautskráning frá Canada lokað og ég vil takka Guðmund, takk kærlega og takk til hamingju. En nú er við komin að lagardeild, en við langar að biðja Ingibjörg Ingvadóttir, deildarforseti, að koma upp á svið og hjálpa mér. Takk. En til að byrja með, mér verða brautskráðir kandidatar með BA.próf í lögfræði. Så gjör så vel. Aron Augustsson. Atli Snær Sigvarsson. Álfheiður Rósa Stefansdóttir. Áslaug Lovísa Bíldal Gunnarsdóttir.
Bergur Daði Bjarnason, Heiðrún Kristín Ludvigsdóttir, sem ekki við, Hera Jóhanna Heiðmar Finnbogadóttir, Hugrún Einarsdóttir, Ingibjörg Ýr Smáradóttir, Matthildur Sigurðardóttir, sem ekki við, Oddný Arnarsdóttir, Ragnheiður Anna Hallsdóttir, en Ragnheiður hafa sýnt afburða árangur í námi til BA-prófs í lögfræði og með hæsta meðaleinkunn brautskráðukandidata í lagadeild. Svo til hamingju með það. Ja, vel done. Rannveig Sigrún Stefansdóttir, Sálbjörg Ragnarsdóttir, Selma Karen Holm, Sigrún Gylfadóttir, ekki við, Sigtryggur Veigar Herbertsson, og Snæbjörn Pálsdóttir, Sóley Björk Alladóttir, Sæmundur Örn Sveinsson, sem ekki við, Tanja Alexandra Sigurðardóttir, Unnur Helga Bjarnadóttir, Venni Hönnudóttir og Walter Fannar Kristjánsson. Nú verða brautskráðir kandidatar með diplóma í heimskautarétti en ekkert þeirra hafa tók að vera með okkur í dag. En þær eru Annika Katharína Edelgard Muller, Justus Maximilian Ham og Laura Tamahina Bueret. Nú verða brautskráðir kandidatar með ML-próf í lögfræði. Agnes Sigurðardóttir, Bjarni Ófeigur Valdimarsson, Kristína Silvía Kretu, Elva Rún Sveinsdóttir, Heiða Ós Gudmundsdóttir, Ingvar Jakobsson, Linda Steinarsdóttir, Svana Rebecca Robertsdóttir, Tinna Valgerðar Gísladóttir, Þorgeir Valur Eglertsson, ein kandidat brautskráðs með MA-próf í heimskautarétti en hún ekki við í dag, það Emma Lorraine Ashlock. En þá brautskráðin fyrir lagadeildarsviðinu í heild lokið og til hamingju með ykkur. Vá, hversu gaman að útskrifast. Ég dauðöfund ykkur akkurat núna. Ég held að það sé engar viðeigandi að við færum okkur yfir að heyra eins frá ykkur kandidatum og það hann Bjarni Ófeigur Valdimarsson sem kandidat í lagadeild sem ætlar að flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel, Bjarni. Góðan daginn. Ágæti rektor, heiðursgestur, sviðsforseti, forsetadeilda, kennarar, fjölskyldur, vinir, en síðast en alls ekki síst, kæru kandidatar. Það mér mikill heiður að fá að fara með stutt ávarp fyrir hönd kandidata hér í dag.
Þannig að í nokkra mínútur ætla ég að leyfa mér að gera nokkuð sem við sjaldan leyft okkur í náminu. Það er að segja flytja erindi án þess að vísa í heimildaskrá í lokin. En í dag stór dagur. Í dag erum við að uppskera það sem við lögðum á okkur í náminu. Við höfum öll farið ólíka leiðir hingað. Hér eru kandidatar úr lagadeild og kennardeild. Sum okkar hafa kafað djúpt í lög, reglur, túlkun og texta. Það sem eitt orð getur breytt öllu. Önnur hafa kafað í nám, kennslu, þroska og þá mikilvæg list að útskýra flókna hluti, þannig að aðrir skilja á. Margir hafa farið í gegnum námið samhliða öðrum verkefnum, með vinnu, með börnum, með búsetu annar staðar og stundum með ansi flókið púsluspili í höndunum. Sumir voru í fjarnámi og hafa þurft að samræma lotur hér á Akureyri við lífi fyrir sunnan eða annar staðar á landinu. Aðrir hafa verið í staðnámi og upplifa skólann dagsdaglega. Ég sjálfur hef notið þess að vera hér í staðnámi í húsakynnum skólans. Ég hef verið það heppinn að geta verið hér nánast daglega síðastliðin 2 ár. Það má við raun segja að heimsmynd mín hafi markast af háa til norðurs, af káa til suðurs. Eða svona allavega í veturinn og svo með vorunu breyttist hann aðeins, þá var hún háa til norðurs að golfvellinum til suðurs. En þetta alveg búið að vera frábær tími hér við Háskólann á Akureyri og ég trú ekki öðru en að allir kandidatar hér í dag séu stoltir af sjálfum sér. Það var lokið þessum hluta af námi sinni hér. Hér er gott að vera og gott að læra. Það er reyndar eitt sem mætti bæta. Það mætti hafa heita mat í hádeginu alla daga. Fyrir svanga og þreytta námsmenn sem eru búin að eyða morgninum í að túlka Grágás annars vegar og fara yfir hæfniviðmið hins vegar. Það getur kál og paprika í hádegismat farið ansi nálægt í að vera sjálfstætt rannsóknarefni. Mögulega brot á mannréttindum. Nei. En svona öllu grínisleftu þá get ég ekki mælt nógu mikið með því en að taka námi hér við Háskólann á Akureyri. Hér er allt til alls, starfsfólk skólans, kennarar, aðstaðan, algjörlega til fyrirmyndar. Þessi gæði endurspegla kannski líka nýjustu fréttir og tölur, eins og ágætur rektor kom inn á með fjölgun umsókna, meðal annars við lagadeildina og kennaradeildina, sem hafa aukist til muna, sem er vel. En að lokum vil ég bara segja til okkar sem nýútskrifa kandidata að tökum þetta nám, þessa gráðu og þekkingu og látum muna okkur. Takk fyrir mig. Hún hefur látið til sín taka á fjölbreyttum vettvangi undanfarin ár, bæði í atvinnulífi, fræðslu og samfélagsumræðu. Sem frumkvöðull, fyrirlesari, þjálfari og hlaðvarpsstjórnandi hefur hún lagt áherslu á að efla fólk til vaxtar og þróunar. Auk þess að byggja upp fyrirtæki og vörumerki af metnaði og framtíðarsýn. Hér er ég að tala Silvíu Brím Friðjónsdóttur, meðstofnanda Steindal EHF og fyrrverandi stúdent hér við Háskólann á Akureyri. Hún hefur á ferli sínum sameinað þekkingu á sölu, markaðssetningu og mannlegri þróun og hlotið alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf sín sem þjálfari. Jafnframt hefur hún verið öflug rödd í samfélaginu, meðal annars í gegnum fyrirlestra, fjölmiðlaverkefni og hlaðvarpsþáttinn Normið. Þar hefur hún skapað vettvang fyrir opna umræðu og nýjar fyrirmyndar. Það því sérlega vel við hæfi að hún veiti ykkur kandidötum innblástur og heilræði á þessum merku tímamótum. Silvía Brím Friðjónsdóttir er heiðursgestur Háskólahátíðar 2026. Kæri rektor, nemendur, aðstandendur og starfsfólk Háskólans á Akureyri, innilega til hamingju með daginn. Ég ætla að fá okkur til að rétta aðeins upp hægri höndina, allir saman í salnum, leggja hana á manneskjuna hliðina á okkur og klappa og óska til hamingju með daginn. Það er eitthvað ótrúlega sérstakt að standa hér með ykkur á þessum tímamótum. Þegar ég var beðin að koma hingað sem heiðursgestur
og fekk þær upplýsingar að ég yrði hérna bundin við alvarlega pontu með pappír í höndum og enga möguleika og væflast hér sviði í frjálsu flæði, þá varð ég að viðurkenna að koma upp ákveðið stress. Stressið spurði, get ég verið þessi alvarlega pontu pappírskona? Svo fekk ég send myndbönd af heiðursgestum fyrir ára, einstaklingum sem ég hef lengi litið upp til og tel miklar fyrirmyndir, Bogi Ágústsson og Guðni TH þar á meðal. Og ég hugsaði, vonandi fattar enginn að ég á kannski ekki heima hérna. Því sannleikurinn er sá að ég er villtur hestur í grunninn. Hvað á ég við með því? Jú, ég á mjög erfitt með að vera taminn. Ég á erfitt með að labba í taumi sem er stýrt af öðrum. Ég hef alltaf haft sterka þörf til að hlaupa aðeins hinum megin við girðinguna. Prófa eitthvað nýtt, gera hluti öðruvísi og helst finna upp hjólið aftur. Mögulega fara 700 krókaleiðir, henda handbókinu í ruslið og skyrpa á hana. Þetta er mín svona fága leið til að gera þetta svolítið elegant fyrir mig að ég er erfitt með að fylgja fyrirmælum og láta segja mig fyrir. Og kannski á nútíma íslensku kallast þetta ADHD með DASA mótþróaröskun. Og lengi vel hélt ég að þetta væri minn allra helsti galli, að ég væri raun of mikið. Of mörg verkefni, of mörg áhugamál, of margar hugmyndir og of margar hliðar. Ég fekk það skýrt frá umhverfinu, veldu eitthvað eitt, að fólki gæti ekki verið svona út allt. Að til þess að ná árangri og vera tekið alvarlega þyrfti fólk að hafa fókus, skýra stefnu og helst beina línu. En með tímanum áttaði ég mig á því að það sem ég skammaðist mig hvað mest fyrir varð kannski á lokum minn stærsti styrkleiki. Því stundum er einmitt manneskjurnar sem passa ekki fullkomlega inn í rammann eða kerfið sem sjá aðra möguleika en aðrir. Og kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að það er svona sérstakt að standa hérna í dag. Ekki bara vegna þess að hingað er kominn villtur hestur, heldur líka vegna þess að hluti af fjölskyldusögunum minna á rætur sína rekja hingað fyrir norðan. Ég hugsa mikið til fyrirmynda sem ég á í fjölskyldunum minni. Fólk sem átti það sameiginlegt að passa ekki alveg inn í kassan sem samfélagið útbjó fyrir það. Langafi minn, Páll Brím, var sýslumaður og amtmaður hér á Norðurlandi og einn helstu talsmönnum kvenréttinda á Íslandi á sínum tíma. Sem sagt á silvísku rokkstjarna 19. aldar. Árið 1885, ekki sofna, þetta er ekki svona þurr söguteksti, hélt hann erindi og fyrirlestur, frelsi og menntun kvenna. Sú ræða er enn í dag talin eitt áhrifamesta framlag til íslenskrar kvennabaráttu á 19. öld. Á Akureyri var síðan gata nefnd eftir honum, Páls Brím gata, og stendur stytta af honum við Garðræktarfélag Norðurlands. En gatan sjálf er ekki lengur til staðar, sem er kannski falleg áminning það að það er ekki alltaf göturnar og stytturnar sem að lifa lengst, heldur hugmyndirnar og kjarkurinn til að standa með þeim. Hugmyndin sem hann barðist fyrir var einföld en byltingakennd. Að konur ættu rétt á menntun, rétt á rödd, rétt á því að taka pláss og svo stendur langabarn hann hér í pontu í dag, menntuð og fyrrverandi nemandi í Háskólanum á Akureyri. Kona með ADHD, með fleiri hugmyndir hún hefur tíma til að framkvæma, að tala við hóp fólk sem er að stíga sín fyrstu og næstu skref inn í framtíðina með eitt öflugasta verkfæri sem til í farteskinu, menntun. Þetta er áminning hvað hugmyndir geta ferðast langt á milli kynslóða og hvers vegna það skiptir máli að þora þegar aðrir þegja. Mörgum árum síðar komst langamma mín Doris Brím inn í Oxford, fyrstu kvenna, á þeim tíma þar sem að konur voru ekki að fara í háskóla og það var ógerlegt. Þegar hún var spurð í inntökuviðtali hvers vegna hún ætlaði að komast inn, þá svaraði hún: Ég ætla að verða fyrsti forsætisráðherra Bretlands og þið viljið geta sagt að hún hafi útskrifast héðan úr Oxford. Þetta sagði hún á tíma þegar konur hafi engan kosningarétt og ég hugsa langafa minn og langammu mína
og ég stend hérna í dag, hversu mikilvægt það er að vera með fólk sem þorir að hugsa öðruvísi. Fólk sem þorir að vera of mikið. Fólk sem þorir að vera það sjálft. Ég ólst upp við sögur af fólki í fjölskyldunni sem breytti samfélaginu og svo kem ég, trippið með ADHD. 30 hugmyndir fyrir hádegi og erfitt með að muna hver ég setti fram með bíllyklana. Og ég hélt lengi að ég væri ekki eina af þessum klári í fjölskyldunni. Ég var ekki þessi típiski nemandi sem horfði og hugsaði þarna er framtíðar vísindamaður eða fræðimaður. Mér fannst ég í besta falli meðalnámsmaður. En svo kom ég hér við Háskólann á Akureyri. Og það sem skólinn gaf mér var ekki bara prófgráða. Hann gaf mér sjálfstraust, hann gaf mér aðferðir og hann náði ekki alveg að temja mig, en hann kenndi mér að hlaupa í réttar áttir. Háskólinn kenndi mér líka að spyrja betri spurninga. Af hverju? Hvaða gögn liggja að baki? Eru þau áreiðanleg? Er þetta besta leiðin? Er hægt að gera þetta öðruvísi? Og svo framvegis. Og þetta er eitthvað sem gerir mann óstöðvandi að ég tel. Ég hef leitt hugan að því í síðustu ár hvernig umræðan menntun hefur breyst. Til hvers er þetta nám? Er þetta nógu praktískt? Er þetta nógu góð gráða? Og þess á leið. En þegar ég fer yfir þær 100 ferilskráa sem berast okkur í fyrirtækinu mínu, það hugsa ég mjög sjaldan bara sérstaka þekkingu. Ég hugsa, hvað segir þessi prófgráða þessa manneskju? Hér er manneskja sem mætti aftur og aftur og aftur. Manneskja sem þurfti að skila verkefnum þó lífið væri flókið. Þó hún væri þreytt, þó hún væri að vinna með skóla, þó hún vissi ekki alveg hvort hún ætti að gæti þetta og þó áföll hefur mögulega dunið yfir í lokaprófi með lokaskilum. Háskólanám byggir ekki bara upp þekkingu og sannrænda aðferðafræði. Skólinn byggir upp þrautseigju, þannig að gullna þrautseigju vöðva. Námið kennir manni að sitja með óþægindum, takast á við tímapressu, lesa hluti sem maður skilur ekki endilega alveg strax og verja skoðanir sínar. Og halda áfram þó þú sért ekki klárasta manneskjan í herberginu. Og fyrir mig, persónulega, skiptir þetta öllu máli. Hingað gekk ég inn og kláraði grunnnámi í sálfræði og endaði svo í viðskiptum og fyrirtækjarekstri. Og það fyndna er að oft hef ég sagt að viðskiptafræði sé bara sálfræði í fallegri jakkafötum. Í stað þess að halda áfram að skammast mín fyrir að vera fjölástríðu kona, með allt og marga bolta á lofti ákvað ég að hætta að berjast gegn eðli mínu og byrja frekar að nýta mér þá til fulls. Í dag meðreki fyrirtæki sem ég stofnaði og hefur fyrirtæki á ótrúlega skömmum tíma hloti allar þær viðurkenningar fyrir að vera framúrskarandi í rekstri. Og ég hef líka skrifað handrit fyrir heimildaþætti, ég hef verið með þættina Normið hlaðvarp, ég hef þjálfað 100 einstaklinga, börn, stjórnendur og fullorðna. Ég starfaði í markaðsmálum, sölu, þjálfun og fyrirtækjarekstri og við fyrstu sýn virðist þetta kannski algjörlega óskyldir hlutir. En fyrir mér eiga þeir eitt sameiginlegt og þeir byrja allir á sömu spurningunni. Af hverju? Af hverju hegðar fólk sér eins og það er? Af hverju eru sumar hugmyndir á flugi en ekki aðrar? Af hverju verða breytingar í samfélaginu? Það sem Háskólinn á Akureyri kenndi mér var ekki bara staðreyndir eða kenningar, hann kenndi mér hugsunarhátt. Og ég notaði þessa aðferðafræði þegar ég vann við handrit og heimildaþáttunum Systastra sem fór í sýningu á RÚV. Ég notaði hana þegar ég aflaði gagna og gekk á fund forsætisráðherra til að knýja fram breytingar varðandi jafnræði í fæðingarorlofskerfinu. Og ég nota hann í dag þegar ég taka stórar ákvarðanir í rekstri. Þess vegna líti ég ekki á feril minn sem röð af óskyldum verkefnum. Ég líti á hann sem sömu söguna í mismunandi búningi, sömu forvitnina og sömu löngunina til að skilja heiminn aðeins betur. Og þegar ég horfi tilbaka, sé ég að það hefur ekki alltaf verið bein lína. Þegar ég hugsa langafa minn Pál Brím eða langafa mína Dóris, þá sé ég fólk sem fór sína eigin leiðir. Pál Brím sem talaði fyrir menntun, kvenna þegar slíkar hugmyndir þóttu róttækar. Dóris sem sagði dómnefnd við Oxford hún ætlaði að verða fyrsti forsætisráðherra á tímum þar sem hún hafði ekki kosningarétt. Og hér stend ég viltur hestur með ADHD, allt og margar hugmyndir og enga sérstaklega hæfileika til að setja kyrr eða hlusta á leiðilega sögur. Ég vona ég sé ekki leiðileg. Þess vegna langar mig að segja eitt við ykkur í dag.
finni ástríðinu ykkar og hvar hún liggur og þorið að fara eigin leiðir. Heimurinn þarf ekki fleiri útgáfur af sama einstaklingnum. Hann þarf fólk sem þorir að hugsa sjálfstætt, fólk sem skapar og fólk sem forvitið og fólk sem þorir að vera of mikið. Því stundum leynist stærsti styrkleikinn akkurat í því sem maður lengi reynir að fela. Ég vona að þið taki eitt með ykkur hérna í dag. Heimurinn breytist sjaldan vegna fólk sem passa fullkomlega inn í kerfið. Hann breytist vegna fólk sem þorir að hugsa sjálfstætt og þorir að nýta alla hæfileikana sína, jafnvel þegar þeir passa ekki alveg inn í kassan. Því stærstu breytingarnar verða sjaldnast hjá fólki sem fylgja sömu slóðinni. Og þegar þið gangi hér út í dag, út í næsta kafla lífsins, þá vona ég að þið munið að menntunin sem að þið hafi aflað ykkur er miklu meir en prófgráða. Hún er verkfæri og ábyrgð. Hún er tákmynd frelsis. Frelsi til að breyta heiminum í kringum ykkur, hvort sem það verður í litlu samfélagi, á vinnustað, heima fyrir eða alþjóðavettvangi. Sagan kennir okkur það að við getum gert allt saman. Sagan kennir okkur líka það að framfarir eru ekki sjálfvirkar. Réttindin sem ein kynslóð berst fyrir geta orðið brothættar mun hraðar en við viljum trúa ef næsta kynslóð hættir að vinna fyrir því og verja það. Við lifum á tíma þar sem víða heim eru réttindi kvenna aftur farin að dragast saman. Konur missa aðgang að sjálfsögðum réttindum yfir líkama sínum. Stúlkur eru enn sviptar rétti til menntunar. Og jafnvel í samfélögum sem telja sig frjáls og opin höfum við séð ótrúlegt bakslag á viðhorfum og öryggi. Þess vegna skiptir menntun svona miklu máli. Ekki bara vegna þess að hún opnar dyr að starfi, ekki bara vegna þess að hún opnar hjartað af fólki, heldur vegna þess að hún opnar dyr að skilningi og hugsjón. Hún kennir okkur að greina upplýsingar frá áróðri, staðreyndir frá skoðunum og ótta frá sannleika. Menntun er ein stærsta vörn sem lýðræði á. Og hún er ein öruggasta leiðin sem við höfum til að byggja réttlátara samfélag fyrir næstu kynslóð. Innilega til hamingju með daginn ykkar. Ég hlakka til að sjá hvert lífið leiðir ykkur. Og takk fyrir að leyfa þessum villta hesti að standa með ykkur í ponti í dag. Ég hlakka til að sjá ykkur hinum megin við girðinguna. Takk fyrir þetta, Silvía. Og úr einni glæsilegri fyrirmynd ætlum við að færa okkur í þá næstu. Við ætlum að færa okkur í fyrrum kennara minn, mentor og í dag samkennara í ljósakamiðlun hér í Háskólanum Akureyri. Það er hún Sigrún Stefánsdóttir sem er formaður góðvina Háskólans Akureyri og hún ætlar að afhenda heiðursviðurkenningu góðvina. Gjörðu svo vel, elsku Sigrún. Takk, elsku Skúli. Kandidatar, rektor, heiðursgestur, sviðsforsti og aðri góði gestir, einilega til hamingju með daginn. Fyrir hönd góðvina þá stend ég hér og ætla að afhenda verðlaun, en mér langar líka til að segja ykkur svolítið frá góðvinum og vonast til að því gerist góðvinir. Skúli nefndi áðan að þessi skóli væri eiginlega búið að vera heimilið hans, hann væri eiginlega alin upp hérna. Ég er ekki alin upp hérna. Ég er ekki HA-ingur. Þegar ég var að útskrifast úr MA, þá var skólinn ekki til. Og það liðu 20 ár þangað til að þessi skóli var til. Þannig að ég var löngu búin með mína menntun áður en að skólinn var til. En ég hefði örugglega farið hingað. En síðustu 25 ár er ég búin að koma við sögu sem kennari og ég rek líka hérna sérskóla sem heitir Vísindaskólinn og hann byrjar á mánudaginn fyrir unga krakka. Og svo gerðist ég formaður stjórnar góðvina, bara til þess að þið losnið ekki við mig. En þegar ég tek eitthvað að mér, þá vil ég gjarnan láta eitthvað gerast, alveg svo heiðursgesturinn var að lýsa. Ég nenni ekki kyrrstöðu, svoleiðis að við höfum verið svolítið duglega í vetur að reyna að byggja upp starfi kringu góðvini og viljum líka fá fleiri til þess að vera góðvinir. Og það sem er í umslögunum hjá ykkur sem er að útskrifast, það er lítið blað með upplýsingum samtökin
og endilega skráið ykkur. Það munar hvern og einn. Og þessi skóli verður 40 ára á næsta ári og við í stjórninni erum eiginlega búin að setja ykkur það markmið að tvöfalda meðlimi í góðvinum á þessu afmælisári. Þannig að við höfum verk að vinna og þið líka. En það ekki bara þið sem að útskrifast í dag sem að geta gerst góðvinir, það geta allir sem að vilja skólanum vel gerst góðvinir og þið sem að útskrifast, ég vona að háskólinn hafi verið ykkar góðvinur og nú komið ykkur að verða góðvinur skólans. Meðal þess sem við höfum verið að gera í vetur að vera með opið hús. Það fyrirlestraraðir eða röð fyrir almenning og þá erum við að reyna að tengja skólan betur þessu samfélagi og fá fólk sem að annars ætti ekki erindi hingað inn. Og Skúli var fyrsti fyrirlesarinn í opnu húsi og var að tala netöryggi og við förum svo aftur af stað í haust á fullum krafti. Og við erum líka að skrá sögu skólans og að gera pínlítið það sama og rektor að gera, að fá fyrir nemendur til þess að tengjast aftur inn í skólan. Þannig við höfum verið í sambandi við fólk sem hefur útskrifast og fengið viðtöl það sem hefur gerst í kjölfarið og við köllum það veganestið. En síðast en ekki síst þá erum við líka að veita verðlaun fyrir framúrskarandi starf, ekki endilega námsárangur heldur það að vera virk inn í skólastarfinu. Og það sem sagt það erfitt að velja kandidata í það, en við fundum glæsilegan kandidat hér sem að fær verðlaun á eftir. Og við höfum verið að gefa í líka varðandi þessi verðlaun. Til þessa hefur það verið næla sem smíðuð af Kristínu Petru Guðmundsdóttur, guldsmið. Og þessi næla eftirlíking af listaverkinu Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson. Og þar segir að þetta vísi til árvekni góðs háskólafólks. En núna erum við búin að bæta við, þannig að verðlaunahafinn fær líka viðurkenningarskjal og fjárstyrk og hann samsvarar skrásetningargjaldi skólans. Það semst 100.000 krónur. Þannig ef að viðkomandi ætlar að halda áfram í skólanum, þá getur hún notað eða hann þennan fjárstyrk. Og mig langar til að biðja rektor að hjálpa mig við þessa afhendingu og þá komið að því að ljóstra upp hver þetta er. Þetta kandidat í lögfræði og það Kristína Kretu sem að færi verðlaunin. En ég ætla að lesa upp fyrir ykkur hvers vegna hún var valin. Kristína Kretu hefur verið afar öflugur fulltrúi stúdenta. Hún var formaður Þemis sem aðildafélag laganema við HA og sendi því starfi á fagmennsku og dugnaði. Hún tók virkan þátt í deildarfundum og stjórnarfundum sviðsins og stóð þar vörð hagsmuni stúdenta. Hún sat í stúdentaráði, tók þátt í starfi Landssamtaka íslenskra stúdenta og var boðin og búin til að aðstoða hvort sem það væri þágu stúdenta eða í kynningastarfi skólans. Kristína sat líka í jafnréttisráði sem mikilvægt. Við áttum merkisdag í gær, kvenréttindadaginn og hún hefur verið virk á því sviði. Framlag hennar hefur verið umfangsmikið og dýrmætt. Með dugnaði og heilindum hefur Kristína haft mikilvæg áhrif á samfélagið okkar. Óskum henni innilega til hamingju og ég minni aftur á gerðist endilega meðlimir í góðvinum og að því við vorum byrjað á svona leikfimi, eigum við þá ekki að enda svona að búa til hjarta í tilefni dagsins. Takk fyrir mig. Ég hef lært það sem nemandi Sigrúnar að það best að segja já þegar hún biður mann að gera eitthvað, þannig að þegar hún segir að við ætlum að gera góðvinir þá segir við að sjálfsögðu já.
En nú fer alveg að líða að stundinni sem við höfum beðið eftir, það er að við megum fara að kveikja aftur á símónum okkar og sjá alla tilkynningarna sem við máttum alveg missa af. En það er nefnilega svo að brautskráningu kandidata, kennaradeildar og lagadeildar er nú að ljúka. En við ætlum að gleðjast saman og við ætlum að taka á móti kandidatum og öðrum gestum hér í miðborg. Ég vil hvetja ykkur til að nýta myndabóksinn og síðan símana til að taka hér myndir og deila gleðinni á samfélagsmiðlum og það væri gaman eða myndu merkja þær með millumerkinu Háskólahátíð. En nú göngum við hérna saman úr salnum, fyrst fara rektor, heiðursgestur og sviðsforsetar. Þar á eftir þá ætlum við að ganga út svona eins og í kirkju, þannig að fremsta röðin fer hér fyrst og síðan koll af kolli. Alla leiðina út í að stendur í sólina í handritinu og við Akureyringar segjum að sé alltaf sól. En við ætlum að fara með sól í hjarta út í daginn. Ég ætla að vekja athygli ykkar á því að það voru kandidatar sjálfur sem að völdu útgöngulagið. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri þá ætla ég að óska kandidatum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju. Verið sæl.